þér, þú veist, í svona hálft ár. Ég veit að þú ert með, þú veist, stærsta og vinsælasta podcast Íslands. Já, hrokafyllsti maður án atrennu. Nei, ég veit það ekki. Viltu annan púða fyrir bakið? Nei. Ertu góður? Já. Ég fyrir skónum, sko, og sokkanum. Þú ætlar úr öllu. Afklæddist alveg í viðtalinu til að vera... Já, af því að það er svona línan framtíðin. Heyrðu, já. Við þekkjumst náttúrulega ekki neitt, sko. Nei, hún er örugglega að stilla þetta. Laufey. Hvernig, þarf ekki eitthvað að stilla þetta? Já, hún tekur þið bara upp hérna og... Máttalega svari símum, sko. Já, alveg. Ég er líka úkslavend. Ég er líka... Ég verði eitthvað svo svakalegt. Já, hæ. Svakalegt spil. Nei, ég get ekki alveg. Hvað gerir þetta? Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Er ég kannski með hann á? Oh my god. Þú mátt hafa hann á, sko. Nei, láttu. Er hringt í stöðu? Nei, mjög lítið. En mikið að skilabóðum, eða? Ábyggilega ekki, sko, ekkert eitthvað mikið. Hvað ert í mörgum grúppum? Það er svolítið góð spurning. Ég er náttúrulega í árshátíð andlega fólksins. Ég líka. Þú ert komið þangað inn? Ég var sett fyrir löngu síðan. Þú er bara ekki, þú mætir aldrei inn eitt. Jú, bara ekki í gær. Ekki árshátíðina, heldur. Ekki árshátíðina. Svo er ég grúpa sem heitir Fótboltabullur. Er í lagi með Mækinars Helga? Já, mér finnst það svolítið langt í burtu. Ég er alveg vanur að vera með hérna, sko. Aha. Okay. En hvað er þetta? Á ég að hafa þetta á? Þennan lampa? Nei. Þetta er bara fínt eins og það. Heyrðu það ekki? Já. Já. Sko, samstöðin, þessi þáttu, Grimm og Snar, er sendur út sko í útvarpið og svo er þetta líka í sjónvarpinu. Og FM og svo er þetta á YouTube og Spotify og þú veist, út allt. Bara láta vita hvað þetta er ógeðslega flott. Wow. Og Grimm og Snar er ógeðslega ekkert svo vinsælir. En mér langaði svo að vita, sko, það var svona tvennt sem mér langaði kannski að pæla með þér. Nei. Já. Ok. Þarna, mér langaði að spyrja það út í þessi þáttur er svona, átti að vera svona hasar og gama þáttur, en er orðin óslega mikið svona spiritual þáttur. Það er mjög mikið svona spákonum og talnarsbyggingum og stjörnusbyggingum og var ég búin að segja það? Ok. Búin að koma í þáttinn. En þetta átti að verða svona hasar skemmti þáttur og ég byrjaði að hlusta á hæ, þú veist, ég fór í svona psychedelic meðferð og ég gat ekki hlusta á Rás 1 eftir það. Nú? Og ég hef oft sagt það í, þú veist, þættinum, þessa sögu, að ég hætti að geta hlusta á Rás 1 eftir meðferðina, bara eftir fyrstu meðferð. Ég bara gat það ekki. Ég er búin að hlusta á Rás 1, sko, síðan ég fæddist, þú veist, og og ég dett inn á hæ, ég vissi ekkert um þetta, ég vissi ekkert um ykkur,
og þið voru bara bylgjulengdi mín, þú veist, eftir psychedelic meðferð. Nú, Við erum að tala frá rás 1 yfir í hæ. Vá, þetta bara frétt eitt og sér. Þetta bara ekki forsja, en þetta allavega Langt í það, sko. Hartnær forsja. Og þú veist, þetta náttúrulega svona vitnisburður hvað psychedelics frábær, eða ekki, skilur mig. Þú veist, skilur mig. Og ég var að hlusta á ykkur og var bara, vá, þetta það sem ég vil. Þú veist, þetta stemmingi sem ég vil vera í. Og ég vil vera í. Og en síðan var ég alltaf að hugsa, mér langar að gera podcast eins og þeir. Og svo bauð Gunnar Smári mér plattform í þetta. Af því ég var að segja að þetta var svo leiðilegt, það væri bara pólitík, af því ég veit ekkert pólitík. Hann sagði bara, kottu, gera skemmtiþátt. Og ég er að reyna að gera skemmtiþátt. Svona hasar skemmtiþátt. Og við eigum alveg aðdáendur, sko. En mér langar óslega að gera, þú veist, getur þú kennt mér, meistari. Ok. Ég bað ekki Hjálmar að kenna mér, sko. Baðst ekki hann að kenna þér? Nei. Ok. Við vorum bara borðað snúða og eitthvað. Já. Ok. Það langar mig að tala svo var eitthvað annað. Er þátturinn að byrja þér? Já. Ha? Löng. Já, þetta bara búið að vera spjallið. Ok. Þetta er mystery box. Er þetta mystery box? Þetta er algjörst mystery box. Ok. Já, þetta bara takk fyrir góða kynningu. Það sem þú talar með psychedelicið, þetta sko, ég hef heyrt svolítið frá mörgu og margir sem að tala við mig sem að segja mér sem sagt það að sko, að þeir hlusti rosalega mikið á hæ í, þú veist, þegar þeim líði illa. Ok. Og notið þetta svona sem ákveði svona geðlyf, jafnvel. Já. Hláðalpið með mér og Hjálmari, já. Og þeir hafa svona, og það greinilega eitthvað tjúna því að, sko, nú Hjálmar ekki í þeirri senu, ég nú búin að vera meira svona í psychedelic senunni. Og en það greinilega svona, þú veist, þetta er, þú veist, sem að við höfum báðir svolítið svona, erum sammála, þó við séum eiginlega á flestum hornum ósammála hvernig maður ber að haga lífi sínu. Að þá erum við sammála að, þú veist, að alvarlegasti, eða þú veist, mesti sjúkdómurinn er alvarleikinn. Að taka sig alvarlega og vera alvarlegur, og þú veist, og það er bara sameiginlegu þráður hjá mill okkar, þú veist, og það er það sem að vinskapurinn okkar hefur rosalega mikið snúðist út á, og ég held að sem fólk svona sækist einhverju leið í, að það er svona, þegar við förum að fela okkur í vinasamböndum, segjum ekki það sem við erum að hugsa, erum, þú veist, ósátt, og svona hlutirnir fara að liggja milli hluta og vaksa í einhverju gremju og passive aggression, og svo jafnvel verður til aftenging, og svo allt inni jafnvel dvínar sambandi eða hvað sem er, að við höfum alltaf átt gott með að vera í heiðarleika væpinu. Það kemur allt út. Og það er rosa mikil, þú veist, sjálfsátt og frelsi sem felst í því að ég geta sagt bara allt og vera ekki það er ekkert sem ég er að halda tilbaka frá honum eða hann, það er svona tilfinningin, sko. Og, og við höfum bara verið óhræddir við að þú veist, láta hvern annan heyra það ef okkur finnst eitthvað, og það alltaf er umverulegu spegill. Og fann maður að heyra sig, og ég myndi segja þú veist, það er rosalega, þú veist, oft fyrir fólk svo mikið að vanda sig að einhver verður sár þegar hann heyrir eitthvað, og við fyrir svona að sníða samskiptin í kringum persónuna, þú veist, svona, þannig að hún tryggirist ekki og verður ekki sár, en þegar það er bara farið, þá allavega fann maður að heyra allt. Og þegar maður fara að heyra allt, þá getur maður svona að byrja að taka tillit til þess, þú veist, og maður sé ekki alltaf sáttur eða glaður að heyra eða eigi eitthvað svona, þú veist, ég hef rétt fyrir mér og þú ekki, en það þurfi ekki allir að hafa, þú veist, maður þarf ekki að hafa rétt fyrir sér. Nei, maður ætti eiginlega
hafa sem minnst rétt fyrir sér held ég. Í raun og veru ef að sko ég held að sé þarna í Dao De Ching sem svona alveg forn andlegu texti að það og vinkona mín Byron Katie sem ég hlusta mikið á sem svona andlegu mestari, hún talar sko það the don't know mind, það hugurinn sem veit ekki það sem að kemur okkur yfirleitt í mestu klemmuna gamla góða réttlætiskendin. Já, hún sorglega. Hún nefnilega, þú veist, það undir henni það sem við fáum sko kraftinn og ætlum að gera eitthvað og það einhver þú veist, ég hef rétt fyrir mér og þú er rangt fyrir og þar felur líka egoðu sig á bakvið þessu svona réttlætiskend og hún það sem að einkennir svo mikið þú veist, allar deilur þú veist, það í raun og veru alltaf svo sem í stríði í raun og alltaf að verja eitthvað, hann bara að verja sig hann bara, þú veist, ég bara að verja sig aðeins fyrirfram eða þannig að og það bara eins með líf okkar þegar við erum komin fast inn í réttlætiskendina þá byrjar stríðið og eins og Byron Katie segir vörn fyrsta skrefið að stríði þegar við byrjum að grípa til varna og það sem að ég upplifi að hafi verið lykilatriði í mínu lífi það að tækla mín eigin réttlætiskennd og það rosalega krefendi því að hún mjög sannfærandi. Já, sterkkennd. Já, og maður þarf alltaf, þá þarf maður að byrja að efast sína eigin skynjun á lífinu og það sem maður heldur og þá allt í einu kemur í ljósa á bak við hana eitthvað sem miklu merkilegra heldur en það að maður hafi rétt fyrir sér. Hjálmar svona, hann andlegi meistari minn, sko. Já, líka minn. Pældi því. Það skemmtilegt. Já, svo hann ekkert á þessu ferðalagi eða þessari ferð. Nei, hann náttúrulega miklu eldri sál en við. Já. Hann svo mikill svona, minnum mig svolítið svona geðslæðið, sko, eitthvað svo ofboðslega fínt, sko. Já. Og já. En sérðu, við erum, þú veist, þetta gerist bara í Grimma og Snar. Já. Við erum strax komin inn í tilfinningarnar og inn á þetta andlega. Já. Á ég bara að sleppa tökunum, á ég ekki, þú veist, ég fór að hugsa eins og þið eru með svona í þættinum, þið hringi, fólk gerir svona símat og þið að gera, þú veist, þegar þið fá fólk í þáttinn þá það að spyrja ykkur spurninga og svona og ég alltaf inn að fatta það sem þú ert að segja mér þú veist, ég fæ oft fólk í viðtal og það líka einn gestastjórnandi með mér, við erum bara vinkonur sem erum bara meira að bulla en það akkurat þær aðstæður sem geta búið til þú veist, eins og núna erum við þekkjumst ekki neitt og við erum bara eitthvað svona þú veist, að reyna að vera kurteis eða, þú veist, við erum bara kanna svona, þú veist þess að náu ekki alveg að fara þangað sem þú og Hjálmar farið á ég kannski bara að gefa upp ég ætla kannski, þú veist og líka, hvernig datt mér í huga ég geta bara búið til eitthvað svona nýtt hæ það sko, ég held að leggja allir að stað með einhverja fyrirmynd að því sem að gera, allir sem að skrifa eða gera, þeir alltaf með fyrirmyndir Bítlarnir vartu sér fyrirmyndir þú veist, eiga sér og svo verða þeir fyrirmynda einhverjum öðrum, við þurfum alltaf einhvers konar módel veist, við erum svolítið eins og laukurinn, veist, svona mannlega vitundin, hún vex alltaf eitt lag í einu. Það oft gott að hafa einhverja fyrirmynd, en svo náttúrulega besta útgáfan af þér orginallinn, sko. Þú veist, besta útgáfan af þér ekki, þú veist, það sem þú heldur að þú að vera með eitthvað annað. Og augljóslega þú veist, ef ég myndi taka þig í spjall og segja, kendu mér að gera gaman þátt. Ég veit, þetta þú ert að koma erum komið Helga þetta einn mest ruggludal sem ég þekki alla ég veit ekki, heyrðu, hann sendi mér skilaboð í morgun hlustum á þau heyrðu, þetta bara allt annað takt skilaboð, má ég það? Já. Þetta var svakar en hvernig fannst þér ég tæklaði þig nefnilega, sástu það? Ég var alveg, hann fattar kannski ekki húmorum minn já, varst þú tilbaka? Var þetta ekki húmor? Já, sem þú varst, að þú var orðin ég skrifaði að þú gerir mér ringlaða með þessum skilabóðum ég aðferði mig við SO
og hún sagði að þú sést pure love, sjá nú Já, til með þetta það. var, já, þetta var mjög Sjá djúpt. nú til með það. Já, ég þekkti ekki nóg, ég sagði bara, ok, hún hefur ringlast. Af því að ég, Nei! Ertu ekki að grínast? Ertu bókstaflegur? nei, þú veist, ég þekki þig ekki nóg vel til að vita að þú hafi... Nei, ég sagði það nefnilega, ég hugsaði bara, hann gæti kannski ekki náðu þessu. Að þetta bara ég að vera, ég meina, come on. Já, ég hugsaði. Nei, ok, þú tekið svo... Ég veit þetta er stuttum fyrirarbæri og ég ætlaði bara að láta þið vita að ég kem á eftir og mun því miður ná að koma og þykir því bara leitt að við munum sjást á eftir. Plaka til að sjá þig. Ég var þetta viðbjóðsla að fyndi og þarna og síðan er ég að halda áfram í gríni, ég segi eitthvað, ég hef rétt til þess að sett Karl hlæjukall á Þú skilaboð. sagði, fyrst svaraður, sko. Nú er ég ringluð. Ég sagði fyrst, já, ég sagði eftir það, þú gerir mér ringlaða með þessum skilaboðum, en ég ráðfæri mig við SO og hún sagði að þú sést pure love, sjá nú til með það. Já, já. Ég tók þetta bara á face value, sko. Þú værir actually ringluð, því að það var allt í þessu sem var, heyrðu, stuttu fyrirværi og þú strax hugsa bara, veist, og reyndar að þú spilur aftur hérna þegar ég segi svona fyrirvavari, ég segi alveg fyrirvavari, svona eins og ég sé ekki að þetta svona óöruggu með síman Okay. og ég er að tilkynna það, þú veist, til miður. Já, ég veit að ég hélt þú ég. væri að fara að slaufa. Ég veit að því ég er búin að ganga eftir Já, í mér fannst hálft ár, það- heilt mér ár. fannst það Hvað svo er ég búin að ganga eftir í Já, lengi? bara- Við getum séð það ef Instagram-reikningur minn var ekki hakkaður, skilur Er hann ennþá hakkaður? Já, ég get ekki náð þessu. Er það ekki? Nei, Hvað íttur á? en síðan, Hvað íttur á? ég ítti ekki á neitt, þetta var bara hakkað. Og íttur ekki neitt og gerir ekkert skrítið? Jú, eftir það. Nei, Nei, bara áður. Fóst ekki inn á eitthvað link og nei. helst þú verður að vinna Nei, ég er ekki fáviti, sko. Ég er ekki að segja að þeir sem gerir það Já, séu hljóma þetta fávitar alltaf þannig. Nei, hljóma ég þannig, eða Já, þetta. bara þú sagði að ég er ekki fáviti og náttúrulega settir alla þá sem íta á eitthvað. Ég sagði síðan, en Já, ég en þú veist, tók þá það vissi allir tilbaka, hvað nei. meinti samt. Já, en samt, Komstu þú veist, upp við þig? það var bara svona einn partur af mér. Já, það já. var bara þessi partur sem er ógeðslega svona Varstu bara hrókafulli högg og vissir partur, en ekkert af ég hverju er og- bara, þú veistu hvernig ég er humble as shit. Sko. Ég hefði haldið þetta að hafa íta á eitthvað, sko. Nei, ekki neitt. Ok. En síðan skrifaði þú, mér leið svo fyndnum að senda þetta. Þú getur ekki ímyndað þér, skrifað þú. Já. Þá skrifaði ég hef réttið þessu sett broskall á skilabóðin. Já. Hlæjukall. Já. Já, hlæjukall. Já. Og þá segir þú takk fyrir skilningin. Halló, þetta er svo, ok, en ég vissi samt, ok, ég hugsaði bara, hann þekki mikið neitt, hann veit ekki hvernig húmor ég er með, hann heldur kannski ég sé ósla alvarlega andleg típa, Já. af því þú ert náttúrulega búin að horfa á alla þættina. En, vinur minn, nei. Þú ert ekki alveg andlega típa? Nei. Ég er ekki andleg típa. Nei, í alvörunni. Ég er að reyna að vera... Sko, hefði þú viljað, sko, vera Hvað? fyndin í þessum skilabóðum á móti, eða eins og ég hefði kosið að vera fyndin. Hefði ég vilja vera fyndin? Þú veist, til að gera Ert þetta þú aðeins... eitthvað markar á það? Já, hefði þú geta gert Ó, aðeins, þú hefði nei. sagt, hæ, heyrðu, virkilega frábært að heyra að því, það veist, Nei, ég ekki þú- taka brandara þinn og endur segja. þú hefði bara svona, Nei, þú hefði bara ég sé við, spegla, ég bara heyri snúna hvort að við. hugsa, sko. Ég þekki ekkert nógu vel Þegar þú fór speglun, að því að ég hef verið, ok, hann þekki mikið, ég þarf að spegla þetta til að hann fatti, að því að þá er ég að vísa í hans húmor og þá fattar hann. Ég ímyndaði mér jafnvel að þú myndir, sko, bara haldi ég væri ekki að koma, sko. Vissirðu að maður fær hérna dópamín við að raukraða? Nú er það? Já. Og hérna, já. Já. Ertu ekki í hérna dópamínbindindi? Jú, ég tók mig þannig að nú þarf ég að hætta þessu. Það er að hætta að rökra, vera sammálaðir. Nei, þetta er, ég er ekki að djóka, sko. Það er búið að mæla það. Það er búið að mæla, það er búið að skrifa það niður. Það er bara að setja það inn í dópamíntöfluna. Já, Huberman er búin að rannsaka þetta í heila Já. í Stanford já. og það eru bara lærðar hérna, já, það eru bara Ég held að sé rosalega gott bara yfir höfuð að maður þurfi að
að því að það sé ítt aðeins á mann. Þetta svona svolítið eins og að fara bara að rektina og lifta, sko. Það er hvað að fara, að þurfa að, þú veist, já, ég alveg sterkur, já, svo ok, sterkur, fara þá að sýndu, skilur, lifta einhverju og gera eitthvað, alveg eins og með þetta, svona, ég sammála öllu með, ég skilur, þú veist, svo ertu það ekkert, skilur, getur bara. Mér finnst rosalega gaman að rökra og mér vantar líka dópamin. Vantaði dópamin? Já, Ertu viss? Já, ég held það. Hvað með serotonin? Nei, mér vantar alls Endorfín? ekki. Nei. Ekki? Ég held ég sé, þú veist, dópamin Ég þurfti alveg að vera langur vegu fyrir mig að læra að það væri til eitthvað annað en dópamin, sko. Já. Svo mikið svona framistuðu, standa sig, gera vel, duglegur. Já, ég er samt ekkert duglega. Nei, það er það sem dópaminið er, sko. Við erum í svona samfélagi sem allir eru svona duglegir. Við erum svona dópamindrifin. Já. Mér finnst þú samt ógeðslega duglegur að byggt þetta hús. Það, þú veist. En gert upp hús, já. Já. Mér finnst það rosa mikið svona, mér finnst það mikið að einhvern veginn treysta sér í svona mikið efni. Já, ég er náttúrulega bara. Treysta sér svona inn í efnið. Það var náttúrulega, sko, þarna kom bara, þegar ég keypti húsið og fór í þessa framkvæmdi fyrsta lagi, þá var í mér rosalega, blundaði mikil þörf að vera séður. Já. Og að fá að vera viðurkenningu og vera klappaður upp af öllum fyrir að vera duglegur. Já. Og svo kom næst inn bara svona barnalegt sakleys það hvað ég væri raunverulega að gera. Já, bara þú áttaðir á bara Já, bara svo bara, þú veist, en svo bara skilur á árið 2 eða 3 eða, þú veist, eitthvað, eða 4 í framkvæmdum. Og þá fær maður svona skilja raunverulega hvað það þýðir að vera að forgangsraða reikningum öll mánaðamót og vera með sting, skilur, að búa til tekjur og að fá reikninga borgaða og að borga reikninga á móti og, þú veist. Þetta er bara, ég myndi segja að þetta er svona raunverulegasti viðskiptaskóli sem ég hef farið í. Já, þú veist, bara business er náttúrulega bara raunveruleg, þú veist, ég er náttúrulega með, sko, 2 masterskráður og 1 BS-skráðu og það er ekkert viðskiptaskóli við hliðina á því að fara í raunveruleikann, sko, sérstaklega með heimili og hús, það sem hún býrð og undir og upplifir, sko, svo mikið, óryggi. Já, einmitt. Og upplifir það að þú ert svo, að maður er, einhvern veginn, staðurinn sem hún býrð, þetta er eitthvað svona í, bara, sækínu eða bara í svona undir meðutundinni bara eitthvað staðurinn sem hann býrð er ótryggur það er óljóst hvað verður hann og þú veist það er ábyggilega ekkert ég get alveg það mjög mikið minna mál að vera í framkvæmdum en maður er með nógan pening fyrir því en að vera alltaf að þú ströggla fyrir einhverju nýju og svo kemur alltaf þetta auka upp á og allt í náttúrulega bara búin að fara út í búð og kaupa kítti fyrir 52.000 sem maður vissir ekki að vera partur af þessu eða það er að kaupa, 5 nýjar plötur fyrir veggina sem að fyrir 180 og þú varst einhvern veginn ekki búin að gera ráð fyrir því á sama tíma að maður er að reyna að harka fyrir því að eiga fyrir öllu þessu dóti og búin að gera og svo er líka, kemur svolítið svona bipolarinn í ljós að maður svona fer alveg í bara, þú veist bara dýftirna, bara vaknar andvaka á nóttinni bara hugsa þetta, hvað er ég að gera og svo allt í einu kemur kaffibóllinn og þú keyrist upp og já, hvað er þetta og tekur jafnvel næsta skref inn, sko og þetta er algjör svona kennsla í að því að svo endanum verður maður bara svona alveg tómur. Já, einmitt. Þá allt í einu er þetta bara svona að því að það kaldanestlega við öll markmið þau eru náttúrulega tóma endanum, sko. Sem er náttúrulega húmórinn, sko. The cosmic joke. Einmitt eitthvað. Svona rembast og eitthvað þarna og svo kemur þetta og bara eitthvað. Oh shit. Bara þá, ég upplifði þetta allt, sko. Það er alltaf svona, þú ert samt eftir að deyja. Já, og deyr samt þú samt eftir að deyja. Já, og það er einhver annar búin að gera miklu meira en þú og svo skiptir þetta og líka bara, og einhver hrósaði fyrir það og það hættir að skipta máli og þetta er bara álit, þú getur ekkert gert við álit annar, það bara er þarna, og safnar þið ekkert í póka eða fer með það eitthvað eða. Svo þarf maður að hugsa allt sem maður á. Svo kemur það, bara viðhald og það getur eitthvað klikkað og allt þetta, sko. Þannig að, já, það var rosalega skóli í því að já, ég trúi því. Þetta svona, það var svona alveg raunveruleikinn einhvern veginn að svona þessi
drífandi og ég held að þetta sé bara partur af öllu sem eitthvað í dag hefur alltaf verið bara í gegnum mannkynssöguna að við erum eitthvað með eitthvað svona ég kalla það svona dagdraum eitthvað líf það sem allt verður æðislegt og áttum okkur ekki á því í raun og veru þessi dagdraum bara svona til að hylja það að það eitthvað í okkur sjálfum sem við viljum ekki horfast augu við. Já. Að því við ímyndum okkur þegar þessi draumur muni rætast þá muni allt verða gott að eilífu. Ég hef oft hugsað hvort það sé in the end bara alveg, í gegnum allt þetta, allar þessar flóknu tilfinningar á komplexa og trámað og hvort það sé ekki alltaf þetta ég dey, allir sem ég elska eftir að deyja, ég eftir að deyja, ég þarf að fara frá þessu öllu, ég þarf að fara frá húsinu, frá öllu dótaríinu líka, og ég veit ekkert hvað gerist og ég veit ekkert hvert ég fer eða hvort ég fer eitthvað eða bara, og þetta er náttúrulega svo mikil agony að díla við. Ég gæti alveg trúa því að þetta sé svona alveg stóra sárið okkar. Það er nefnilega eins og þið segja það er eitt sem er verra en að fá allt það sem maður eða fá ekki það sem maður vill, það er að fá það sem maður vill. Einmitt. Þá mætir þetta er bara eins og ólympíufararnir sem að Já, ég meina að tala allir þetta, allir svona afreks og bara hugsaðu eitthvað, ég mun ekki lendi því, ég mun öðlast drauma mína og það fyrir mig verður það öðruvísi en alla aðra og ég mun raunverulega njóta þess að og líka bara, ok, og hvað er þetta þá ef þetta er ekki það að ég einhvern veginn lifi mitt full potential og ég einhvern veginn láti drauma mín að rætast, hvað er þetta þá? Já, og það er svolítið skemmtilegt að því að inni í öllum svona metnaðarfullum markmiðum er náttúrulega innifalinn svona að við þurfum svolítið að þróa okkur sjálf sem einstaklinga, að sjá hvað við höldum að við þurfum að vera fyrir heiminn til að sjá að svo er svona inherent eða svona innbyggt í það er rosa mikið sjálfhverfa. Já. Svona markmið fyrir mig ég svona að sækja álitan, að sækja eitthvað skilurðu og svo þegar þú kemur þangað þá farið raunverulega að vita hversu mikið af þessu var fyrir mig. Og eftir því sem maður er búin að gera kannski minni vinnu í sjálfum sér og svona minna átta sig á því að þetta snýst á endanum bara þig og þína tilfinningar og hvað þú hefur upplifað. Ef þú ert búin að vera að gera á þóknastöllum þá er rosa skellur að fatta að þetta var, það sem að kalla þetta þetta getur oft verið svona sjálfsmarkið, Búin að vera alveg að þeysast upp öllin til að ná þessu marki inn og bara sóla alla og svo bara fattar að þetta var bara sjálfsmark. Og það er svolítið svona, svona og þá kemst maður náttúrulega bara að því eins og alltaf að þetta getur aldrei snúist raunverulega annað heldur en annað fólk að hjálpa, vera til staðar það er hinn áhættulösa fjárfesting sem við getum gert og hún er í því að gefa af sér og vera til staðar og það er alveg, og svo er það bara heill skóli og vegferð og auðmýkt og mann langar ekki og það er sinnuleysi og Einmitt. Líka svona já, einmitt. Og það er náttúrulega svo mikil hætta á því að detta inn í, eða það er svo erfitt að það er flókið að vera á sínum vegi, og það er bara, ok, þetta er minn vegur, það er engin annar vegur en minn vegur. Nei. Og ég held að þessi alltaf verið að kasta okkur inn á okkar veg líka bara þegar við rötum út þegar við rötum og ég held að það sé bara rosa mikið handrit sem við fáum maður heldur að maður sé að taka svona fullt af þetta er eins og ég er búin að vera að skrifa bókum þetta málefni, andlega ferðalagi og svona og það er tekið þessa línu, þú getur orðið allt sem þú vilt sem er svona einhver pepp fyrir það og þú getur bara gert það sem þú vilt í lífinu. Það er bara ekkert rétt. En spurningin sem er eiginlega betri spurning, viltu allt sem þú ert?
Já, eða bara það rétt, þú veist, það sagt að okkar kynslu sé svolítið eða þú veist, þú ert eitthvað yngri en ég, en það sagt að okkar kynslu sé svolítið fucked up að því að það sagt þú getur gert allt sem þú vilt, en, þú veist, og sagt svo mikið vitleysa við okkur, það ekki þannig. Sko, þú veist, þetta líf svo rosalega hverfult. Og já, það kannski bara koma aftur að því sem ég svona talaði svona, sem dagdrauminn sem svolítið það að þú veist maður ímyndar sér sjálfan sig eitthvað svona bestu útgáfa af sjálfum sér í huganum já. Og þessi útgáfa hefur kannski ekkert með það að gera hvað maður raunverulega hún bara svo sem maður ímyndar sér að muni og svo fyrir maður að ströggla við það að verða einhver útgáfa af sjálfum sér sem maður heldur að maður vilji verða sem maður muni búa til eitthvað virði fyrir maður verður að skapa virði fyrir aðra ef ég verð svona þá mun allir fíla mig skilurðu og þá svo mikilvægt að taka þetta frá hinum endanum sem þú veist, ok þessi draumur minn ætlaði til að þú veist, hvaðan kemur hann úr skorti, kemur hann úr því að ég þarf að vera séður, ég ekki að samþykja mig og oft þurfum við að spila, ég tala svolítið maður þarf bara að spila sig út maður þarf að spila út draumana sína til að sjá hvað færa manni raunverulega og það getur gerst, þú veist, hjá fólki sem að ég held að, þú veist, hinn fullkomna fjölskylda eða eiginmaður eða börn myndi gera sér hamingi sem bara til að finna út að, þú veist, svo var búið að fela sig öll þessi ár og kemur allt í hennu bara í burnout, skilur, sem náttúrulega bara svona, hún í burnouti, hvað var það? Svo mikið að gera í vinnunni? Nei, þú veist, það þannig eins og að leita út, en það verður bara manneski sem ætlaði að finna sjálfa sig undir ykkur hlutverki sem hún hélt að myndi trygginni rosa öryggi og ást en það bara ekki þannig við þurfum alltaf að sýna sjálf okkur og við þurfum að eins og ég hef upplifað við þurfum að hætta á höfnun allra sem að standa okkur nærri til að verða hver við erum það svona oft tala bara veistu, ég segi það eiga allir óháð kynhneigð sitt koma út úr skápnum moment sko. Við þurfum öll að koma einhvern veginn út úr skápnum ég svona og ef þú gerir það ekki þá bara, þú veist, you suffer the consequence og þá bara lifir lífið sem svona alltaf hárfínt lag af ykkur óanægju og þreyju og finnst þú aldrei alveg vera séður og eitthvað svona, það er bara því að maður ekki búin að segja svona ég að því við þurfum öll að slíta þessa strengi sem eru væntingar, foreldrar okkar og fjölskyldu og samfélagsins og skilur, koma út úr þessu kerfi og það er bara stóra og þess vegna enda maður í sjálfsvinnu að því að þú veist stóra taugakerfis sko, taugakerfis vefnaðurinn er náttúrulega gerð með foreldrum okkar fyrstu ára ævinnar þegar þau bara stjórna öllu og ráðu öllu og við viljum það bara, það er bara þægilegt það er bara eitthvað sem sér það og takes care of you og bara sér til þess að allt sé uppfyllt og það er í okkur þessi löngun og þess vegna þegar fólk fer í sambönd og það talaði þetta móðusár og föðusár og við erum svona að leita að þessari sömu hlýju, sama öryggi eins og við fundum í foreldrum okkar og það er þetta sem við verum öll að setja okkur við í lífinu að vera fæðast einstaklingar og að finna sátt í því að vera maður sjálfur að því annars er maður alltaf að leita að öryggi í því að aðrir samþykki mann sem er náttúrulega ekkert öryggi að því að þú veist, fólk spreyti skoðunum við verðum til vonbrigða við, þú veist og í því að reyna að láta eitthvað líka við sig það maður að fara að beita svona smá blekkingum og aðeins að passa að þessi partur á manni sjáist ekki eða þessi sjáist betur og í því verður allt drama sko. Líka við erum svona við erum oft svo mikið í svona tengslum eins og við séum ennþá börn sko. Líka við samfélagið og Já, bara fólk að taka tantrum þú veist, bara svona verið brjálæðiskast og þetta eru svona þroskari leiðir en þetta er bara sama leiðin og áður þetta er bara svona En ég er svona mér er samt svo gott, þú veist, svo veist að segja uppálega þú veist, þetta með þennan léttleika sko, að það er eitthvað svona það er svo mikið æðruleysi í því þú veist, og það er líka svona að taka hlutanum svona
Já, bara eins og þeir eru, sko. Og það er líka svo mikið þakklæti í því. Þú veist, að vera léttur. Já. Það er svo mikið þakklæti Vandinn er, og auðmýkt. Já, og það er kannski það sem æðruleysi. gerist, sérstaklega eins og þú veist, bara í kringu það þegar með, þú veist, að byggja húsið og alls konar svona og byggja það er svona, það er eitthvað loka útkoma sem að binda mig við og þetta þarf að vera svona á hinsegin og í því ferli alltaf þegar við bindum okkur við einhverja útkomu í lífinu að þar byrjar alvarleikin að læðast inn. Já, einmitt. Þú veist að þegar við sko sáum ekki bara fræinu, við ætlumst til að fá þessa útkomu. Já, þá fer þessu auðmýkt. Þá fer auðmýktinn, nú er og ég æðruleysið. Já, og nú er ég búin að ákveða svona átt að vera og það er náttúrulega, þú veist, og svo er náttúrulega vandinn að svona eru markmið náttúrulega, svo nærðu markmið með því að setja þið markmið og vera, þú veist, ákveðinn og allt þetta. En svo stutt í það, þú veist, að þá hverfi sko hinn raunverulega forgangsröðun. Já, þetta er líka bara... Í eldingaleiknum við stóra, þú veist, the golden shrine, sko, stóru gullkistuna, gleymir þú veist, auðmýktinni að vera með fólkinu sem er í kringum þig og litlu momentin sem skiptu máli og þetta er bara rænt af manni, maður er bara í einhverju símtali við einhvern innamann eða bara hvað sem er í einhverju fyrirtæki og maður vinnar löngu vinnustundirnar og þá missur af þú veist, veislunni sem á fjölskyldan eða matabóðunni og gefið þeir ekki tíma þessu litt og svo upptekinn að komast þangað og í því hverfur þegar svo þú kemst þangað þá ertu ekki búin að gera neitt annað en að bara tjúnað upp í að vera ógeðslega háð dópamín fíkninni að þú veist, fara eitthvað lengra og lengra og lengra og hún endar aldrei. Það er þetta æðruleysi, sko. Og eina sem slekkur á þessum svona endalausu þörfum hugans, það er þakklætið og endanum þarf bara þakklætið að vera fyrir allt þetta sjálfsagða sem að manni finnst náttúrulega að teka þessum gefnum hlut, sko. Bara það geta farið út í búð eitt og sér er náttúrulega bara ótrúlegt, þú veist. Já. Það, þú veist, anda súrefni eða hafa hreint vatn eða skilur, þú hefur engan tíma til að pæli þessu þegar allt er á fullu, sko. Vissir að bómaðurinn er svona svolítið gúrú-merki, að ég veit ekki hvað stjörnumerki þetta er. Ég er að tjekka á því því ég fór að hlusta á hæ. Já. Hjálmar er sko Vog eins og ég. Já, þeir eru Vogir. Við erum Vogir, sko. Ég er 5-föld Vog, sko. Ég veit ekki hvað Hjálmar er. Hvað er hann? Hefur kíkt á kortið hans? Já. Hvað er þú rísandi? Krabbi. Þú ert rísandi krabbi. Já, auðvitað þurftur að búa til svona heimili. Það er rosalega mikilvægt sko, fyrir þig. Já, fyrir þá sem eru líka tunglinauti, tilfinningarnar eru naut og nautin er svona jörð. Það er Venus stjórnar nauti, sko. Já, einmitt. Já, það er jörðin og svona nautnin. Það er tunglið þitt. Já, þú ert þá kannski svolítið nautnamaður í tilfinningum. Svolítið, en síðan, já, með vatn, eld og jörð. Rísandi krabbi. Ég fengi alls konar komment á stjörnundakortið mitt. Eitt sagði bara að það væri ótrúlegt, ég væri bara á lífi. Nei, ekki Gulli stjarna. Nei, hann er nú ekki, hann gefur lítið fyrir svoleiði, sko. Já, ég veit það. Hann er mjög, ég mæli sérstaklega með honum, sko, hann hefur hjálpað mér mikið. Hann er æðislegur. Sama hvað fólk hefur trú á stjörnuspekið ekki, þá er þetta bara, finnst mér þetta góð leið til sjálfskoðunar. Já, þetta er bara þriðji aðilinn sem er alveg hlutlaus sem kemur inn í og segir eitthvað bara. Já, og fólk getur alveg metið að hvort það finnst að tengja við eða ekki, sko, veist, og það finnst mér vera, sem eru með eitthvað fordóma fyrir stjörnuspeki og ég, ekki eins og sé eitthvað, já, þetta eru vísindi, þetta virkar, bara sanna það. En þú veist, prófaði bara eins og ég gerði, bara byrjaði bara að tala við eitthvað svo Gulla og bara allt í henni fekk ég bara, vá, ég fekk rosalega mikið út af þessu. En bara who cares? Skiptir það einhverju máli? Nei. Þú veist, af því þetta er bara eitthvað, skiptir það einhverju máli hversu sanna að þetta spil sé, þú veist, ef maður dregur eitthvað spil, þú veist, þetta spil er bara að koma með eitthvað view og speglar eitthvað, augrar einhverju, þú veist, í hugsunni. Ég kallaði þetta sko, snákáli hérna. Það er allt, þegar maður er einhvern veginn að byrja að skoða sjálfan sig og skoða mannesku sem er mjög föst í sjálfur sér, þá treystur hún engu. Einmitt. Hún treystir engri leið til en það er óslega mikilvægt fólk líka. Hvað þá? Sem treystir engu.
Já, ég bara að segja, treystir, sem bara svona treystir, eða vísindin eiga náttúrulega aldrei að koma niðurstöð, þau alltaf vera með opna spurningu í endan. Já. Það eru alvöru vísindi. já, Það eru alvöru vísindi sem eru með, síðan kemur spurningamerki. já, Þú veist, en hérna, við erum eitthvað svo, það er svo mikilvægt að séu alls konar heilar, sko, á jörðinni. vandinn er að okkur bara kent í, þú veist, við förum svolítið í gegnum skólakerfið sem er svona réttasvarið. Hvað er rétt svar? En núna, hvað er rétt svar? Og það er svolítið erfitt að fara, þú veist, þegar maður er svona bara búið að kenna manni og innræta manni það að sé alltaf eitthvað svona rétt svar. Einmitt. Og það er held í sjokki sem við fáum eins og bara, tala ekki bara eins og í kringum COVID, þegar að bara kemur eitthvað þríegi og þríegi er að segja hvað er best og þú veist, alveg eins og bara þetta er svona eins og kennarinn í skólanum að búið að ræða saman og þetta er svarið. Og svo bara allt í einu, er það rétt? Svo getur allt í einu fattar bara það að rannsóknir eru bara að fara rosa mikið eftir því hver er að framkvæma þær og hver er að styðja þær og hver er að, þú veist, það er svona, það er svolítið óþægilegt og sérstaklega í talinu ekki með að byrja á okkur svona psychedelic ferðalagi og þú allt í einu fattar bara hvað skilyrðingar samfélagsins, fjölskyldunar og allra hafa mikil áhrif á, sko, að þú er bara aldrei efast þær, þú veist, bara svona sem að mér leiði stundum bara að ég myndi prófa að byrja að efast þyngdarlögmæli að það geti ég bara farið, sko. Þetta er alveg þannig dæmið, sko. Já, ég veit. Bara þú byrjar að efast hluti sem þú hélst bara þetta aldrei efast og það er rosalega skref út úr örygginu sem við erum alltaf að leita eftir. Við erum svona öryggisfíklar. Já, ég veit. Og það er ekkert raunverulegt öryggi, þú veist. Það er alltaf bara blekking. Já, og það er erfiður, þú veist, og það er bara það sem að kvíði er, ég meina, ég hef búin að glíma margsins og kvíða á æfinni og þú veist, og það er alltaf kvíðin, lausnin út honum er alltaf hjartaopnunin og hjartaopnunin er svolítið að vera bara opin fyrir því að lífið er bara alls konar og það er ekkert, þú veist, eina öryggið er að sættast við að það er ekkert öryggi, þú veist, að sættast sífellt við það að það er bara lífið heldur áfram en á sama tíma er okkur alltaf haldið, þú veist, við erum hérna með bara, hvar er ég í dag? Ég er í fötum og mér líður vel og það er gólf hérna. Það er gólf, það, þú veist, stiðum við okkur, við sittum í góðum stólum, andardráttum fyrir inn og út og skiljuðu svona, hversu mikið er okkur haldið? Það er hérna eitt, hérna Guðmundur Kampan, hann sagði hérna, vappar ósendur ungi á bakka með augun blikand af þrá en sumir þóri til þess að hlakka sem þeim er annars að fá. Gegn svo mörgu sem Guð þeim sendir menn gera kvíðan að hlíf og kvíða svo því sem aldrei hendir og enda í kvíða sitt líf. Og það er einmitt, þetta er hlíf, þetta er vörn. Já. Hún er líka, eða, þú veist, kvíðin er hlíf, hún er, þú veist, já, gera kvíðan að hlíf. Ég veit alltaf bara þegar ef ég er komin inn í einhvern kvíða þá þarf ég alltaf að vera í hjartaopnun. Ég þarf bara að opna, ég þarf bara að opna mig fyrir fólki, ég þarf að opna mig fyrir lífinu. Þú veist, ég er orðin og smár, ég er búin að láta eitthvað varða, skipta með máli sem að, og þú veist, þannig að það er alvarleikin læðist inn, skilur kvíðin er bara það að maður er að byrja að taka einhverju mjög alvarlega. Og í stóru mynd heimsins þá er litli kvíðimanns, saman hversu stóran er alltaf bara litli kvíðimanns, sko. Alveg eins með gremjuna og allt þetta dót og bara svona þegar maður lendir úr syngi við heiminn, sko. Einmitt. Og við erum einmitt. Og síðan er mismunandi, þú veist, hvort maður sé tengsla kvíðin eða hérna kvíðin í efninu eða þú veist, þetta er alls konar. Já, og svo líka kvíði byrjar að vera notað sem einhvers konar, þú veist, svona eins og þú talar sem eitthvað skjöld, sko, það sem að fólk bara nei, gera ekki, ég bara, og ungu krakkarnir hún er það líka, hún kemur inn til að venda og maður þarf að sjá hvað hún er að venda, það er það sem ég er að segja ekki. Það er margir krakkar sem segja, ég vil ekki fara núna eitthvað, ég vil ekki gera því ég er kvíðin og svona er þetta eins og eitthvað berskjöldun og svona er þetta berskjölda sig en svo fara að nota berskjöldunina sem skjól og þá er orðin akkurat öfugt eins og það getur verið mjög krefjandi fyrir marga að segja bara já, ég er kvíðin og svona gangast við því en svo getur þú byrjað að nota það sem vörn líka og það er náttúrulega þar þrífst síðan fórnarlambi, sko, nei, ég er kvíðin. Vistu það eru kynslóðir einna sem
þú veist, geta ekki sagt að þeir séu sko, viltu meira vatn? Nei, ég vil aldrei. Þannig að það eru til kynslu, eða þú veist, það eru kynslu sem geta ekki sagt sko, það er ómikið berskjöldum fyrir þau að segja ég er þreytt. Já. Ég er þreytt. Já. Það er bara of mikið varnarleysi. Já. Pældi í því hvað er bara eitthvað heartbreaking. Já. Staðurinn bara geta ekki sagt ég er þreytt eða ég er þreyttur. Bara, þú veist, eins og sér bara í stríði, sko. Já. Þú er bara í stríði, það er rosalega hættulegt að vera þreyttur í stríði. Þú veist, hugsaðir, við erum að koma úr svo rosalegri harnesku. Já. Og mér langar samt svo að þú kennir mér að gera svona, hvernig getum við, mér langar, eigum ekki að fara léttara nótir, eða eigum bara, þetta er eins og þetta sé kampaðin, sko. Já, þetta er samt bara vatn. Eigum að fara á léttara nótir, eða eigum að vera bara, Þú náttúrulega... Reynir var ekki, fyrst það er ekki í podcast, þú reynir ekki að stýra, eða hvað? Ég vildi vera búin að skoða eitthvað að þáttunum. Já. Og gera það. Horfur eitthvað á podcast. Nei, jú, þú veist, eitthvað, þú veist. En líka því við þekkjumst ekki neitt, sko. Hvað heldur þú að Gísli Marteinn þekki alla sem hann tekið viðtalega, þú veist, hann Larry King... Hann er professional. Já, hann þekkir alla. Ég er bara eitthvað svona nobody, eitthvað byrjandi. Við erum alltaf bara eitthvað nobody, sko. Þetta er bara, þú tekur bara eitthvað viðtal, þú ákveður bara og fara eitthvað. Og svo bara reynir maður að elta þráðinn sem er mest lifandi. Já, og svo er maður, þú veist, og stemminguna. Ég finn alveg við fyrir bara hérna beint á hérna í djúpið. Já. En þú líka stjórnaði, sko, þú getur alveg fengið aðra útgáfa mér. Já. Þú veist, það fyrir bara eftir hvað tónnir í þér. Ég stjórnaði, ok. Hvernig tóna ég að setja í mig? Þú veist, að þú vilt vera í gaman tón. Já, sem er. Ég er hlusta. Við náðum þetta smá tíma þarna, en við fórum aðeins að Já, ég veit það. Það náðu við einhverju. Já, ég er að segja, þú veist, ef þú er áhuga að fara í það, þá þarf þú að setja svolítið svona, ég gerði til dæmis... Ég hringi Hjálmar. Viltu hringi Hjálmar? Heldur hann svarið þér? Ég veit það ekki. Hann svarar þér eða ekki? Hann hefur alveg gert það, sko. Pröfa að hringi hann. Hann er örugglega ekki með mig viss það, sko. Nei. Já. Hann er svo forvitin, sko. Ég veit það. Halló? Já, hæ. Hæ. Þetta er Imma. Hæ, er ég mér? Hæ, já, hæ. Hæ. Heyrðu, Já. varstu með mig viss það? Hæ. Viss það mig? Þetta er Imma hérna í Grimma og Snar. Já, vinkonans Helga, ný vinkonans Helga. Helgi er sestur. Hann er sestur svo ljúfast til létti. Já, ég var að segja að hún gerir algjör mistök, hún hefði getað hrektið svo mikið, sko. Hvernig? Já, ég hefði alltaf fattað, sko. Nei, það hefði verið svo létt að ná þér eitthvað, já, halló. Komi. Já, ég menna tvo krakkar á gamla leikskóla minni sem ég var að vinna á. Já, ertu mætt með krakkana þangað? Já, nú var ég að sækja eitthvað þar og hérna vann ég í 2 ár. Heyrðu, nei, hérna Hjálmar, það er búið að hakka Instagram-reikningi minn, svo ég er ekkert að... Já, ég sá það. Heyrðu. Rosalegt Bitcoin tilbúið frá þér. Ég var alveg bara, wow. Helgi keypti í þessu, sko. Já, ég er að græða mikið á þessu, sko. Heyrðu, en að því ég hef alltaf verið að, sko, maðurinn mér sagði að ég var að stolka þig. Nú? Já, af því ég var að senda Hjálmar og ég var að senda Helga og honum finnst ég vera að stolka ykkur. Nei, Þú ert bara sterk kona með skoðanir. Þakka þig. Ég er ekki stolker, ég er sterkur karlmaður með skoðanir. En veistu hvað, Hjálmar? Komi hérna. Ég er að reyna, þú veist, við, hérna Helgi, við erum svo mikið á dýftinni. Já, þeir eru djúb köfunarfólk. Já. Hérna, stelpur, komið hérna inn. Við erum að sækja loga. Ég verð að fara. Ok, við heyrjumst eftir. Bye. Ok, bye. Heyrðu hvað hann léttur? Já. Þetta er ekki eðlilegt, sko. Nei. Þetta er að því að hann er búinn með lífið sem að fór í gegnum allt sem við erum að fara. Já. Í alvörunni.
Já. Pabbi minn var líka svona. Var hann svona léttur? Alveg, bara æðrulaus, bara Já. alltaf bara, Já. þú veist, bara, Það líka bara sem svo skemmtilegt við, þú veist. hann eitthvað vildi aldrei taka hann sveppi, ég var alltaf að reyna að gefa hann sveppi, ekkert alltaf, hann vildi bara alls ekki taka hann sveppi. Ég held að þetta fólk bara, er bara búið að taka sveppi. Já, þetta bara, þú veist, og ég held að það gera það enginn að maður hafa þá bara einhverja löngun til þess. Já, sko. maður er aldrei að hvetja fólk, en ég sagði svona, já, þetta komið og eitthvað. Það er basically bara til að ná þessum stað, þú getur farið í gegnum lífið og sért ekki endalaust að velta þér upp úr ykkur og þú veist bara, ekki bara þrauka, sko, ekki bara vera eitthvað að þrauka lífið, heldur bara vera á lífið og hafa gaman og vera til og það sé skemmtilegt, sko, þú veist, og það er bara, Ég veit það. en þú veist, svo náttúrulega er Hjálmar að, þú veist, á hinum endanum meðan samtalið með samlokuna og súkkulaðistykkið og Já, ég veit alveg að hverju, af því að hann er, þú veist, pabbi var kannski ekki með samlökum, pabbi var, þú veist, hann var feitur og hérna, en það er líka, sko, það er líka, þú veist, þetta eru svona, hérna, þetta eru svona atlasar, já, þú veist, og þeir eru með, þú veist, fjölskylduna og standa sig. Já. Og það er náttúrulega bara streita sem fylgir því líka. já, Og líka svona, þú veist, sko matarlistin er líka tengd við þessa löngun að lifa. Vissirðu það? Já, Þú veist, líka hérna expansion, þú veist. já, Svo að það er ekki bara einhvern veginn að allir sé eitthvað óslega illa stattir sem er eitthvað aðeins feitir, þú veist. nei, Eða sé verið eitthvað alltaf að borða hann í eitthvað tilfinningar. Þetta er líka svona það er ekkert að því way of eitt og life. sér, ég meina með súmuglumikappa sem er mjög feitir, sko, það er aða bara, þú veist, gildin, sko, þú veist, það er bara, Já, hann er komið illa út. já, ég er ekkert að segja Ég það heldur, fylgst sko. með því, sko. Já, ég er ekkert að, eitthvað svona, hann alveg fengið símtal frá, þú veist, hann fekk hérna nýrnasteina kast og eitthvað, Ég veit var það, svona meira áhyggjur af því svoleiði, sko, ég veit það. en það, þú veist, þó hann birtist feitur, en það skiptir engum máli, en bara, þú veist, það er þessi, þú veist, það er bara ef maður er að borða við tilfinningar, sem við erum oft átt þessar En fólk getur verið að svelta sig yfir tilfinningar líka. Já, þú veist, þetta er alls konar, allt ökla eira, ofið að van, sko. Já, ég meina það er, þú veist, vera að borða ekki neitt til að, þú veist, hafa stjórn á því eða eitthvað og Einmitt. finna ekki neitt. Þetta er alveg alls konar, sko. Já. Það er enginn sem segir það, sko. Þannig að, nei, ég hef bara haft svona, hérna, þú veist, þetta er svo erfitt einmitt að benda á, sko, þú veist, einmitt, og sérstaklega er náttúrulega vandasamt þegar fólk er farið inn í andlega ferðalagið og ætla, sko, að sanna sig sem andlegt, sko. Einmitt, Það er og hinir Og, ekki og fara að taka það mjög alvarlega, sko. Og þá er þetta náttúrulega, sko, það er eiginlega vestafólkið, sko. En fyrir mér er þetta ekki svona andlegt ferðalag. Ég veit ekki, ég er svo mikið svona, kannski er ég bara ekki komin þangað. Ég er kannski bara ennþá í trámanu. Já, Ég veit það ekki. Já, það er spurning. En mér langar líka að spyrja annað. Simbi, hvernig hefur hann það? já, Hvað ég er- sem sagt, hann Hann klóraði, misti auga. já, það var svona köttus hundur minn, sem að mitt var vælandi í bakgrunni í skilabóðum morgunsins. Já, ég heyrði það. Já, að hann var nú svo skemmtilegt að hafa klóraður, semst hann er í heilugu stríði við ketti. Já, Og ég er svona alltaf að vera með svona, já, ég þarf nú að fara að venja við ketti og fara á kattaheimili og láta hann venjast þeim og eitthvað, og svo er hann aldrei orðin eftir því að, og verður hann alveg trilltur, sko, bara þegar hann sé ketti, sko, hann bara mjög krefendi, en það er semst eitt svona höfuðpaur í körnu sem heitir Brandur, held ég, og hann lætur ekkert segjast, sko, þannig að Simbi næra, sko, stökkva flestum köttum á braut og þeir svona hlaupi burtu, en Brandur gerði það fyrst og svo stóð hann bara og svo kom hann bara wink. þeir fara beint í augun, sko. Þeir gera það. Þeir gera það bara. Já, Nú er það? já, af því ég kött sem er svona brjálaður út í hunda Já, og hann reynir. Þú veist, hann er heyrnarlaus, sko. já, og reynir að ná augunum. Já, þeir fara beint í augun. Það tókst og Ég meina, svo kom bara sýking þeir komist og ég- ekki í hjartað. Já, Þú veist, nema að fara að veltast með þeim. já, Ó,
Þannig að hann tók hann bara í auga og ég vissi ekkert að það veri eitthvað, hélt bara að fengi smá bara mar og eitthvað svona og bara, veist, eitthvað svona aðeins í auga, sko. En svo vissi ég ekki að þetta er víst bara það sýktasta sem maður getur fundið. Kattaklór. Já, kattaklór og bit, bara eftir mannsbiti, þá var það svona sýktasta sem getur fengið. Þannig að það var, og það, eins og dýralæknirinn sagði, það þarf að kasta öllu og eldhúsvagnum í það til að, þú veist, þannig að, þú veist, bara fyrir sýkingin í auga og svo byrjar hann bara, þú veist, og ég vissi ekkert það og þetta var svona svört komedi að ég var búin að fara til dýralæknis og fá ykkur lyf og, þú veist, láta smyrja í augað á honum 3 á dag og gefa honum 2 pillur og alveg, sko, og eina sem augað gerði var að verða verra og verra, sko. Þannig að það var alveg prógram. En hann ekki í sjokki? Hundurinn? Já. Sko, hundar eru ekki mikið að velta sér upp á hlutunum. Nei. Það eru svona ákveðin andlegi meistarar. Hann er ekki að velta fyrir sér, já, nú er ég bara eineður, eða skilur. Af því að hann eiginlega held ég að mist sjón bara mjög fljótlega á auganu. Þannig að, og fyrir mig var það síðan þannig náttúrulega ég hægt og rólega að gera mig grein fyrir því þegar ég sá að auga verða ljótara og ljótara að, þú veist, þetta var aldrei að fara að vera venjulegt auga aftur, sko. Það var bara augljóst fyrir mig að sjá það. Þannig að þegar fréttirnar komu þá var svona nánast bara, já, ok, þú veist, þá þarf náttúrulega ekki að díla við þetta auga áfram. Þannig að, en svo fekk ég hann í fangið og búið að skera auga úr honum og sauma fyrir augnlokið og raki kringum augað og ég var bara svona, ok, þetta er nýtt lúk, þú veist, en svo kemur þetta. Þú veist ekki gráta? Nei, þetta var allt svo eitthvað, bara lífið, þetta var bara svona, hann fór inn að kötturinn gerir þetta, ég er enda læknan, sýkingin tók yfir, þetta var allt bara svona, þetta var ekki eins og ég hefði ekki átt að, eða ég hefði getað gert eitthvað, það var ekkert að þessu þannig, sko. Þetta var allt bara svona, já. Og svo er bara, þú veist, situr eftir, þú veist, ég elskar hann ekkert minna, hann er ekkert minna virði fyrir mér. Elskar hann ekki meira? Jú, og eiginlega náttúrulega færði okkur nær einhvern veginn að vera með hann svona lítinn og sorgmættan og þetta er alveg svona tilfinningalegt prósess og hann er ekki að hugsa eitthvað, já, nú lít ég ekki nógu vel út af því ég er bara með 1 auga, skilur, hann er ekkert að, og ekki einu svona pæl í því að hann hafi einu svona verið eitthvað með 2 augu til að horfa, sko, og nú bara hitt auga að tekja við og eina sem er núna, ég er bara búin að þurfa að hafa hann plastskerma á honum held ég í mánuð, kringum hálsinn, svo hann klóri ekki það og ég er verið svolítið þreyttu prógram að vera alltaf með plastskermi kringum hálsinn á sér. Þannig að það er svona, já, þetta er bara, já, stundum er bara lífið, það vildi þetta, þá er ég bara, ok. Svo getur vel verið að einn daginn bara lítið á hana, hvað er auga? Þú veist, en ég einhvern veginn horfði á þetta var allt svo óumflýjanlegt og þá er ég bara eitthvað, því að það er svo sem ekkert að gerast, skilur, nú er hann bara með 1 auga og sér ennþá og er ennþá krútlegur og ennþá, þetta var þetta leiðilegt þegar maður var að horfa á auga verða verra og verra og hann var svona eitthvað kvöldin eitthvað vælandi og maður ætti að gefa hann eitthvað verkjapillu og þetta var ekki svona, og svo veist ekki, þú veist, er þetta að fara lengra fyrir sýkingin áfram og þú veist, já, eitthvað svona og þú getur alveg verið, þú getur alveg farið í eitthvað worst case scenario bíó en svo bara, ok, þú veist, það bjargaðist og hann er að vera hressari og sprækari og þannig að þá verður maður bara að líta björtuleðanar á þessu. En þú lærði business, var það ekki? Jú. Ég læri semst, ég fer svona mín leið að hlýða kerfinu og það er bara, var bara feta brautin eins metnaði fullt og ég gat í 25 ára aldur sem ég var komið 2 masterskráður og búin að mennta mig í Kaupmannahöfn og New York og Prag og svo náttúrulega vildi ég ekkert gera það, sko. Nei, einmitt. Var þetta bara svona að þú ætlaði að fara kassa? Ég ætlaði bara að fara réttur leiðina, þú veist, í lífinu, en svo var ég bara búin með það, þá var ég bara, já, nú vil ég bara fá velunin mín. Já. Svo komst ég að því að lífið virkar ekki þannig, sko. Og hvað, já. Alltaf var eitthvað rétt að svarið og einhverja, þetta er í raun og veru eins og ég talaði, sko, stundum finnst mér bara eins og ég, veist, partur af mér var svolítið þroska skertur eftir þetta, sko. Eftir námið? Já, þú veist, það er gagnlegt að kenna börnum á einhverjum punkti, þú veist, þú læri þetta, næst þú læri þetta, en svo þú tekur alltaf bara, þú veist, 25 ára, þú ert búin að mæta öll haust og alltaf eftir jól og það er eitthvað sem segir þig hvað átt að læra og segir þig hvað átt að gera, tekur allt sjálfstæð og sjálfstæð hugsun í burtu, sko. Ég er svo ánægð með alla þessa lesblindu
Ég veit, ég verð drepin fyrir að segja þetta. Já. En ég hugsa bara, ég er að sjá bara, alltaf fleiri og fleiri sem get ekki lesið. Mér finnst þetta vita á eitthvað, þetta veit á eitthvað nýtt. Ég meina Hjálmar, hann kláraði, hann var bara ítt í gegn grunnskóla og fjall bara strax í framhaldsskóla Já. og gat þetta ekki, en svo endum við hvar á sama stað. Nákvæmlega. Og Sem þetta er, líka, líka bara að, þessi ofur áhersla á bóklestur. Já. Þegar þetta hlusta allt í dag, það er líka að læra bara, ég ætlaði að fara á TikTok því að reikningurinn er ónýtur og ég verði bara að fara að þanga hitt eitthvað annað og það, ég læri svo mikið á TikTok eða Instagram. Bara, þetta er svolítið fyndið Hvernig á að, þetta er bara það verða gagnrýna krakka fyrir að vera föst í tölvunni og vera eitthvað, en þau læra allt svona sem er skemmtilegt. Þú lærir eitthvað í leik, þá lærir það, 10 sinnum hraðar. Já. En það verður eitthvað neginn, þetta er svo mikið rof á milli, það sem á að vera gaman og svo það sem á að vera, að læra. Og þegar þetta er svona mikið rof á milli þessar að tveggja hluta, þá verður svo bipolar heimur, sko. Þetta bara verður gaman, þetta er svona eins og ég man eftir að var í Japan var svo mikið af flinkum smiðum og það var því að krakkarnir fóru með pappa sínu sem var smiður og þau voru ekkert að leika sig með eitthvað svona Fisher Price hamar, þau bara fóru með lítinn hamar eins og pappi og byrjuðu bara að gera eins og pappi og þá voru þau bara að læra og vildu gera eins og pappi og vera eins og kópera og þá byrjuðu til listasmiði, sko. Við erum alltaf í einhverjum svona þykistunarleik fram eftir öllu. Ég er að gera bara einhver business case, einhver 23, 4, 5 eitthvað að búa til eitthvað svona þykjustunni business og þykjustunni, svo kemur við út í heiminn þá bara treysti ég mér ekkert í alvöru business og læri raunur ekkert viðskipti fyrir en ég fer bara að reka mitt eigið fyrirtæki og klúðra því og fer á hausinn og fyrir framkvæmdir og læri raunverulega hvað þetta er, sko. Þetta er ekki bara eitthvað svona Excel-skjal. Þetta eru nákvæmlega og þetta er skólinn, sko. Þetta er svona alveg skóli. Já, ég er svolítið svona á móti skólum, sko. Þetta format er allavega, ég skil alveg skóla út frá því bara að það þarf, það eru börn og fólk þarf að vinna og það er félagskapur og þetta er stofnun sem heldur utan æskuna og sem er aldrei gera lítið úr því, sko, en hugmyndaleysi sem kemur að því og þá er ég ekki að gagnrýna kennara, bara heldur námsefni. Og þessi námstök og bara þessi gamla hugsun sem er bara En hvernig gætu við eins og kannski í framtíða heimi að það væri bara 20% sem getur lesið þetta verður allt annar heimur einhvern veginn. Heimur fer alltaf eitt skrif einu, það er aldrei vöknum aldrei upp til daginn, 20%. Ég meina, þarft að geta þú getur bara að tala inn í síman bara götunafnið segir bara eitthvað Flókagata 14. Þetta er alveg bara þannig og ég meina bara upplýsingar og bara spyrð bara AI, bara heyrðu, hvernig er þetta og hvað er þetta? Getur látið lesa allt fyrir þig, getur látið ef við erum bara að fara í einhver tíma það sem að, hlutinir er að breytast og þá er bara spurning hvað tekur við. Ég meina bara þetta sem við erum að gera núna, þú sért með eitthvað podcast og eitthvað, 1950 þá var þetta ekki boðið eða bara svo 2000 var þetta ekki boðið eða skilur 2010 þannig að við vorum bara að vona að þessi breyting að sé eitthvað á hinum endanum á því. Já, ég held að þetta sé allt rosalega jákvætt líka AI og ég er ekki svona Dómstags. Nei, ég bara get ekki einhvern veginn. Heldur þú að sé að koma heimsendir? Held ég? Já. Hvernig þá að Nei, ég meina, er það bara þín Hvað er tilfinning, heimsendir? bara alltaf fara til fjandans? Það er allt, ég held að búið að vera að fara til fjandans bara í mörg hundruð. Bara alltaf. Bara að þú skoðar, söguna, bara trú er náttúrulega byggð á því að að syndaflóði komi. Og við trúum því að það stóð bara þegar við vorum búin að vera að gera Guð nógu reiðan, þá myndi hann flæða, myndi allt flæða. Núna heitir þessi Guð vísindin og er í formi global warming. Já, og AI líka. Já, global warming sem er basically, þá mun allt flæða, skilur. Þannig að það er innbyggt í mannkynið. Við viljum heimsendi. Sameiginlega
þú veist, svona kollektífi óttun okkar er óttin við heimsendi. Líka þrá eftir honum. Já, hvernig lýsir því? Ég held að það var Freud sem sagði bak við þinn dýpsta ótta er þín mesta þrá og bak við þína mestu þrá er þín dýpsti ótti. Já. Ég held að það var líka þarna Murakami sem sagði sko dýpst í hjarta hvers manns er löngurinn eftir heimsendi. Og en þú veist, svo er heimsendi svo rosalega vítt hugtak sko. Af því að ákvarðat núna þú veist, eftir 100 ár verður komin heimsendir hjá 99,9% af mannkyni. Það er ekki meira það. Þetta er kannski skárri tilhugsun að koma heimsendir heldur að við sem að fara að deyja bara ein. Já, þetta Að þetta sé sami að við deyjum öll. bara saman, Við skilur. erum öll að fara að deyja saman Já, í heimsendi já. og það er bara svona bærilegri hugsun. Það getur verið. Heldur að ég, þú veist, Ein eitthvað að fara. ein og er að missa alla, þú Já, veist, já. í kringum mig Já, já. og missa allt. Það er nefnilega hinn endin á þessu heimsenda ótta. Það er bara, þú veist samt að bara öll sem er á jörðinu núna, við erum með svona bara dagsetningin, það er bara mismöndi fyrir okkur, en innan 100 ára, það verður bara komið nýtt lið í þetta. Bara allt annað fólk, skilur. Glemt, sko, Já, já. eftir, Þannig að ég þetta er verð bara, glemt bara eiginlega strax. já, held þú ég. fer strax, ég verð Ég eitthvað fer- lengur. Þú verður 50 ár kannski. Talsvert lengur. Kannski. Ég er Eða, lengur. þú veist, barnabörnin munu... Já, ef þau þú munur að úteignast hlusta á þau gamla þá- þætti á hæ. Afi. Pældi maður getur hlusta á gamla þætti með afa sínum. Það verður rosalegt. Langafi. Langafi. Nei, Og horfa á vídeo á þig. bara vídeo, einmitt. Bara svona, já. Það er rosa fallegt. Við, er svolítið sorglegt að við náum því ekki. Það er ekki til, ég veist, til einhverja eldgamla svartkvíta myndir af afa mínum, sko, og ömmu. Já, Jafnvel meiri sé af foreldri mínum, en pældi maður getur bara sé bara myndbönd í fullum gæðum af mömmu sinni, bara eitthvað, þú veist, ungri og bara sjá hana jafnvel, sko, myndir af henni bara á djamminu eitthvað og þú veist, vera að tala eitthvað í bara myndavélina eitthvað. Þú veit, var ekki- TikTok Já, bara á TikTok eitthvað bara, já. bara fyrir 40 ára þá var mamma henni að gera þetta og það myndi bara sjá bara, maður fengið svo mikið download úti, vá, hún er alveg eins og ég, eða vá, þú veist, eitthvað svona. Við erum bara með eitthvað eldgamla myndir og eitthvað gamla sögur, sko. Já, en það er spurning svona, það er spurning. En það ofta að fenna fljótt yfir mann, sko. Og það er líka þetta stræf, þú veist, að gera eitthvað til að vera muna eftir manni. Og líka, og allt þetta með að búa til börnin og síðan, sko, barnabörnin eigi ekki eftir að muna samt, hvað maður heitir. Nei. Barnabörnin. Það er bara mjög fljótt líka innan, þú veist, blóðtengsla. Það bara fennir yfir þetta allt. En svo er líka spurning, Fennir það. ef þú ert farin, Já. hvaða þörf hefur þið fyrir að láta mun eftir þér? Nei, ég menn þú hefur náttúrulega bara þörf fyrir það núna. Ég er að segja, þetta er svona, Já, þú ert bara og til að leggja hvers? inn eitthvað. Þú ert að Það er líka partur af svona Já, egodauða, það er bara, þú veist, þessi rómversku keisara sem ég vil að nafn mitt standi í 1000 ára og svo bara, why? Það er ekki svo þú verður þarna til að fagna því eða, þú veist, endurfæðist sem einhver annar og þess vegna er þetta, sko, Byron Katie segir dauðinn er síðasti, þú veist, smokescreen eða reikskjárin fyrir ástina, því að ástin er allt sem er ekki, veist, hún er allt sem er raunverulegt og allt sem er ekki raunverulegt fer, sérstaklega identity eða egoð okkar, það sem við höldum að við þurfum, sko, henn er alveg sama um það, sko. En svona egodið er bara, þú veist, sko, þú verður alltaf að fá aftur egoðið þitt, sko. Nema ætlar að vera bara, þú veist, búa í sjálfstæðri búsetu og það er eitthvað aðstáðið, sko. Það verður alltaf að koma til skjalana því að ég meina, þú veist, annars þarf bara að fjalla bara parta úr heilanum á þig, sko. Og svo þú getur kannski upplefað það í einhverju svona ferðalagi eða líka svona near death experience og það breytir þér en það mun alltaf koma aftur og vera með þér af því það er partur af okkur og á að vera partur af okkur og Já, þetta er bara, þú veist, við erum hérna sem persónur í þessu lífi
einstaklingar, þú veist, við erum ekki alvitundin í þessu lífi hérna. En nei, og persóna er bara gríma, það því gríma. Ég er að segja það, sko. Þannig að, en það er alltaf, þú veist, og þarna er allstaðar sem paradoxið sko, það er Guð, þú veist, maður á að vera bara eins mikið sjálfur og maður getur, á sama tíma á maður ekki að taka hennu persónulega. Þannig að hvernig ætlar að sætta það að vera, þú veist, ógeðslega mikið þú á þess að vera að taka ógeðslega persónulega, þú veist, að þú sett ekki alltaf aðalstjarnan og allt þetta. Og þetta finnst mér vera svolítið svona að æfa sig að verða sem sagt persónan, svolítið eins og ég upplifði því ég byggði feril og ég byggði hús og ég varð einhver og veist, finally en svo fæ ég að sleppa þeirri hugsun hver það og hver ég skilur, því að það bara, svo hún bara illusory og þá verður eitthvað stærra að taka við. Þannig að ég held að sé bara partur af alveg svo bara læra veist, og þroskast og verða eitthvað og ég meina, það talaði að við séum í raun og veru sjálfslaus til svona eins og háls og það talaði það svona the terrible two þegar einstaklingurinn og ego að fæðast inn og mitt og ég og stríði við heiminn byrjar því að fram að því þá held ég við upplifum okkur bara sem foreldrar okkar maður hefur ekki sem sagt getur til að átta sig að maður sé önnur manneskja maður bara vitund, veist, það ekki eitthvað ég þessi manneskja eða með nafn eða veist, ég bara foreldrar mínir þess vegna svona skilnaður við þá þetta stóra andlega stökk og bara alveg sem naflastringin það verður eftir sár sem við köllum móður og föðusárið þegar við skiljum við þau og við áttum okkur að þau ekki guðir heldur bara einstaklingar sem fættust hérna eins og við þannig að, þú veist, en það aðalega bara, þú veist, hvar egoið að valda þjáningu, hvar við að halda í að ég þurfi eitthvað eða þurfa að vera eitthvað eða aðrir, skilur, svona, þar finnst mér stóra málið vera í lífinu, sko. Mér finnst það valda mig þjáningu núna, ég að hugsa bara, ok, kannski verið Grimmur Snær bara alltaf svona andlegu þáttur, langaði svo mikið eitthvað að hlæja með Helga, en við erum bara á andlegu nótunum og hann að ég get kannski aldrei gert eitthvað svona hasar þátt og það bara að gerast núna. Finnst þér að vanta vorkun fyrir þetta? Nei, alls ekki. Ég bara svona leggja þetta fram líka samt pínu svona sem eitthvað tvist. Megum ekki þegja og lengi að því þetta útvarpinu líka. Hvað heldur að fólk gerir? Skipti. Og hvað gerist þá? Fer yfir Rás 1. Ég man ekki, já, ég held að þessi hliðina Rás 1. Eitthvað segir Bylgjan eða Rás 1. Eitt sem ég lærði. Við erum náttúrulega í spilarnum, hérna, það ekki eru spilarnum. Nei. En ég get alltaf að sagt þér eitt að með öllum útvarpsstöðvunum. Það var eitt sem ég lærði það er bara svona 50 útvarpsstöðvar í Íslandi. Í mínum 500 þáttum að hæ nokkuð snemma að þögn ekki það versta sem getur gerst, sko. Nei, auðvitað ekki. Og fólk fyrirgefur hann alveg. Já. Það er miklu verðmætara sem að kemur út úr okkur heldur en það að við þögum ekki, sko. Það var komin F957, bara það sem að má aldrei vera þögn og því bara haldið á yfirborðinu. En ef þið langar til að gera, þú veist, grínþátt skilur þér þetta er alveg mestar luxus vandamál sem ég heyrt að það er eitthvað mér langa að gera já ég veit, þú getur alveg sagt það ég vildi gera grínþátt ég er bara tjá löngun það er ekkert eitthvað svona mér langaði það er þitt take á það sem ég sagði þú sagðir ég geti rúst þær í rökræðum held ég já er það Ég held það, í alvörunni. Ég var til að raukraða við þig. Já. Heldurðu ekki að ég geti rústað þér? Þetta er eins og að segja aldrei raukraða við fíbla menn draga þig niður á þitt plan og vinna þig með reynslunni. Svolítið þannig, en þú getur ekki gert það. Nei, ég held samt sko Það væri samt fyrir þig að rökraða við fíblið það væri samt gaman af því að þú getur einhvern veginn af því ég hef svo trú á mér að ég geti unnið því rökraðum en þú myndir alltaf vera að busta mig en ég myndi samt, þú veist, tefla við þig áfram Já.
þú veist, en alltaf vera Þú veist sko þú veist, ég bara svo ég komi nei, með í alvörni ég væri svo til í að rökra við þig, sko ég var sko í ræðuliði, sko ég var að keppa við hann að mín best Dag sem var borgarstjóri Það er auðvitað hverju vann þá rökraði, já, það er kappræður það er enda rétt en þú veist, hver er að hafa gaman í dag? Þú veist, hver er með grimmi á snar og allt það? Já, sem er bara andlega þáttur eftir allt saman sko, það voru 8 á einu Veistu, ég held að við höfum svona svipa mikla trú á því að við séum úsla góð í rökraði Ég ætla bara að segja eitt við þig svipa, nei, í alvörun Helgi að því, þú veist, ég geti bustaði, held ég, ekki bustaði en ég gæti, þú veist, þú heldur að engi geti unnið í rökraðum ég geti það okay. Heldurðu það? Til hamingju Heldurðu það? Já, ég held það Þetta þú vinnur mig Nei, heldur að enginn geti unnið þig? Held ég að enginn geti unnið mig? Já Þetta er náttúrulega svo breytt hvernig getur ég sagt þetta ég veist, það fer bara Nei, algjörlega ekki taka þetta svona Þetta fer algjörlega eftir viðfangsefninu Þú veist, ef einhverjur ætlar að tala um pólitík alveg bara klárlega að ég myndi ekkert hafa eitthvað í það eða Þú er svo absolutt, kott í leikin Nei Jú, þú tókst absolutt eins og skilabóð, þú ert ekki alveg búin að merkja mig sko. Þú þarft að ákveða, þú veist, ef þú ert að fara í eitthvað svo kannski ákveður maður ekki neitt, svo bara verður til eitthvað podcast en til dæmis var ég oft í byrjun á hæ að reyna að hafa það svona með andlegu þema Það er ógeðsla fyndið Já, svo var það bara fyndið, fattarðu Og ég reyna að hafa fyndið og verður andlegt Já, svona, mér langaði til að kæmi inn og veri líka stundum á dýftina og líka stundum, en það er svolítið bara eins og, þú veist, hlutir geta ekki verið allt, þú veist, ef þú ert að horfa á, þú veist, þú getur alveg verið með blöndu af einhverju, skilur, en þú ert með gamanmynd eða spennumynd eða, þú veist, eitthvað svona, en það er rosalega erfitt að gera myndina allt í einu, skilur. Já, Þannig ef þú ætlar að hafa, þú veist, bara eins og ég og Hjálmar, þess vegna þegar við förum í spjallið, það er svona undirliggjandi hlátur, skilu, það er svona undirliggjandi í orkunni þess að við segja, þegar þú kemur inn og ætlar að fara að kynna og byrjar, já, mér langar svo að gera svona hæ, fyndin og allt í orkunni segja, það er ekkert í þessari orku sem segir mér eitthvað, já, þetta er ógeðslega fyndið sem hún er að segja, best að taka þátt í því, skilur Þú er samt ekki alveg búin að ná mér, sko Ok Þetta er þér að kenna sér Já, þetta er mér að kenna, já Þið langar að gera fyndin þátt en ég náði þér ekki í byrjun þegar þú komst með þess að Þú gafst ekki lesið mér nú og þess vegna er þetta ekki fyndið Þess vegna þáttur þinn er ekki fyndin af því að ég náði þér ekki og engin viðmælandi er að ná mér Þess vegna er þetta ekki fyndið en þú ert svo tilbúin að gera þetta fyndið Ég er ógeðslega tilbúin ég er öll að vilja gerð en ef ég er alltaf að ná í viðmælandi sem er bara ekki að ná mér þá náttúrulega er þetta ekki að takast Nei, ég er alveg svona en ég er alveg líka, þú veist já mér finnst það svolítið skemmtilegt ég var óslega til í að rökra við þig Já og fegst ágættist ekki fyrir hérna þetta varum að taka podcast þátt og þau geta komið með eitthvað með á móti Já, með á móti, einmitt Ég og Hjálmar voru með þann lið einmitt í þættunum það? Já En þá líka tekum maður svona pínu play acting skilur, þá svona tek ég alveg með þið skilur, eins og Morfís en bara partur af mér er og mínu, veist, ég er svona alveg stoltið upp sem diplomati og ég get alltaf sé point í því sem hinn er að segja veist, ég þarf ekkert að hafa rétt fyrir mér endilega ég get alveg verið með bara og hérna, já, það er bara fínt skilur, hafð þú þessa skoðun og ég skal bara virða hana og get alveg sé hvaðan þú kemur Skilur Það er enginn sem breytir basically einhverju skoðunum í kappræðum þegar ego er engaged að það er orðið virt og þá gerir þú ekkert bara fólk saman herðist í skoðunum sínum og ef þú ert svona tiltölulega klókur þá fattar það og þá náttúrulega bara getur þú sagt ég skil og hérna samt kannski skilur það ekki endilega Einu sinni voru þið samt það var eins og að væri á eitthvað tímabil sem væri bara þar sem þið voruð eitthvað svona það var eitthvað svona núningur Á einhverju tímabili? Þetta var svolítið langt tímabil Hvenær? Ég man það ekki Þetta er kannski eitthvað svona oftúlka að mér en mér fannst þess að þið væri
Værið eitthvað svona snúnir. 500 þættir sem Já, hún tekið. ég veit, ég er ekki að segja. Og þar fyrir utan eru búin að skemmta saman Já, ábyggilega 200 sinnum. já, Við höfum átt kannski 700 innkomur þar sem við erum að svona tvista af hvort öðrum. Og það bara eins og lífið og hjónabandið og þú bara ferði í gegnum tímabil og nema þetta bara alltaf til sýnis. já, mér finnst það svo fallegt að og líka sjá okkur koma út úr þessu. Já, Og já. örugglega betri vinir eftir. Já, það bara, svona bara partur af því að maður alltaf að þroskast og maður hverfur óvart inn í réttlætingar hellin sinn og finnst maður hafa rétt fyrir sér og fer að standa í einhverju litlu heilugu stríði fyrir sjálfan sig og það bara partur af lífinu, sko. Og og ég held að að það gerir þetta með bara eins og hjónaband, skilur mig. Þú veist, maður á tímabila sem maður inn og út og upp og niður og ég held að sé bara, þú veist, að meðan maður getur haldið haus í gegnum dimma dalinn. Þú veist, og bara alltaf í heiðarleikanum og elta heiðarleikan. Ég meina, það búið að koma upp alveg þú veist, á 5 árum sem við verið með þáttina, þá búið að koma upp alveg nokkuð skipti það sem að, þú veist, ég meina Hjálmar búin að bjóðast að vera, þú veist, hann var í morgunþætti á FM og hann þú veist, núna allmest hann með þátt á K100 með Evrósu og hann hefur verið í sjónvarpsþáttum og bíómyndum og skilu, og ég bara, þú veist, bara hvað kemur, þú veist, og hvað endar á að verða á toppnum. Ég hef alltaf bara haft trú á því ef þetta á að verða, þá á þetta að vera. Allt sem raunverulegt og hefur sterkan þrá, það bara á að vera. Þú veist, ef þetta weak og flæðið ekki gott og skilu þá bara dettur út í fyrstu mótspyrnu en til að ég vil tala það held ég að sko 3% af podcastum komist yfir 10 þætti og 1% yfir 20 eða eitthvað alveg, sko, þú veist. What? Veistu hvað ég er komin í? Hvað? 23. Já, bara komin í 1%. Í alvörunni? 1%. Já. Hvoru megin? Ég skil ekki. Hvoru megin, hvað meinar með hvoru megin? Þú veist, 1% og ég er komin í... Það eru 99% af podcastum sem hafa fengið nafn og farið í lofti komast ekki yfir 20 þætti, eitthvað Er það meina það? Já. Hvað er það sem er að stoppa fólk? Nú bara kannski eins og áttu það á að þetta þú veist, þú þarft að vera consistent, þú þarft að vera aftur og aftur að taka upp þátt og það þarf að vera eitthvað, þú veist, sterkur þráður í gegnum það og skilja þetta viku eftir viku. Ég meina við, eins og í byrjun, ef ég og Hjálmar hefðum ekki verið með sponsa og svona frá byrjun, þú veist, eins gaman á þetta var, þá kemur alveg tími það sem er einfaldar að sleppa þætti frekar en að gera hann og þú veist, og þú sleppir einu sinni og svo kemur næsta vika og svo allt í einu kannski komin bara eins og gerist hjá mörgum, allt í einu komin mánuði frá því að tekja upp podcast og henda menn í eitt þátt og kannski taka næstu viku og svona, skilju, bara þú veist, og svo bara verður þetta 22 þættir og það er enginn sem ákveð, nú hættu við. Þetta er svona, ég held að flest podcast já, við get, þú veist, þetta er þarna en þetta er ekki, og, þú veist, allt þetta, sko. Síðan er þetta líka má svolítið gott sem Egill Gunnar Smári Egilsson sagði við mig, hann sagði, þú veist, ég var eitthvað fyrst, þá var ég eitthvað að horfa á þetta og ég var bara, oh my god, þetta er ræðilegt, ég var bara shit og hann sagði bara, já, þetta er raunverulega egodauði, sko. Þú veist, að bara koma, þú veist, koma í mynd og podcast og vera bara að tala út úr raskatan á sér og segja alls konar, segja alls konar vitleysu og vera bara... Ég leið bara í fyrsta þættinu og ég var bara með doða, sko. Ég sagði bara þetta er enginn að fara að hlusta á. Já, og ég meina, og líka það bara, þú veist, hvernig verið dæmt, sagði eitthvað vitlaust, eitthvað, æskilum, allt þetta. Þetta er svo mikið sem potar í, þú veist, já, fólk svo fólk líka bara, já, einmitt já, einmitt ég er allavega rosalegur aðdáandi já, gaman að heyra og, þú veist, ég held svona, þú veist, ég pínu starstruck líka, er ekki gaman að heyra það? Jú og þeir sem veit ekki hver ég er vinsanlega bara kynnið ykkur máli þá fyndi ég í dag með að það áhrif að valda á eitthvað svona rosa stóri og svo veit einhver ekkert hver hann er. Já, ég veit það. Þetta er ekki gamla góða RÚV fræðin, það sem allir bara Hemmi Gunn var bara Hemmi Gunn og það var bara svoleiðis. En þú veist þessi kreðsa sem ég er í svona lista eitthvað, þú veist, það er allir bara hæ, hvað er það? Já.
Og, það fær alveg tvent, annarkvort veit fólk rosalega mikið um hann já, að þegar maður deilir svo miklu í hlaðvarpinu 2 í viku, já. eða þú bara veist ekki. Já, þið tókuð alltaf 2 þætti í viku. Við gerum það alltaf, já. Alltaf frá upphafi. Nei, eftir 4-5 mánuði byrjaði öðrum þetta. Á hvað dögum takið upp? Mánudögum, 50. Nema í dag tókum miðvikudag. Þú voru að taka upp á það? Já. Saður í hæ að voru að koma hinga? Já. Nei! Jú, Í Grimma og Snar? Já, já. Saður í Grimmi og Snar í hæ? Já. En í 5. sættinu sem er áskrifta þáttur, þannig að það er ekki að margir. Heyrið það, ef þið viljið heyra þetta. Takk. Það er æðislegt. Bara já, mín er ánægjan. takk. Hérna, já Helgi, við kannski, ef þú vilt koma einhvern mann aftur og getum við tekið eitthvað rökræður. Já, undirbúið þetta. Komdu með eitthvað svakalegt. Nei, ok, ekki undirbúið það. Þið undirbúið ekki neitt, sko. Nei. Gerið þið það? Nei? Nei. Þar heyrið þið það. Takk fyrir. Þar heyrið þið það. Takk fyrir. Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar. Heyrðu, þetta var eitthvað. Hérna. Já. Ekki alveg að deyja. Það gerist í loftlausum, gluggalausum herbergi. Varst þú bara hérna? En gaman. Þú hlustaðir á þetta. Oh my god.